Komdu sæl og blessuð, kæra Steingitt. Þá fer þinn tími bráðum að renna upp í stjörnumerkjahringnum. Tími bogamannsins að hefjast og síðan er komið að þér. Í þetta sinn færðu 3 spil úr þessum fallega spilastokki þar sem að kvennorkan er í hávegum höfð og við skulum bara sjá hvað kemur til þín í þetta sinn. Við byrjum á að kíkja á fortíðina og hvað þú getur lært af fortíðinni, kæra Steingitt. Fortíðin er einmitt mjög góð til að líta til varðandi lexjur. Varðandi fortíðina þína, þá gætir þú lært sitthvað framfarir, þróun mála og eitthvað sem hefur tekið framförum eða tekið einhvers konar stökk. Það geti verið þú sjálf, kæra Steingitt, eða einhver málefni sem þú hefur verið að vinna að, eða einhver manneskja í kringu þig sem að þú hefur verið að fylgjast með og sjá taka stórstígum framförum. Þetta geti verið einhvers konar fyrirmynd fyrir þig. En þetta er eitthvað sem þú ættir að hafa í huga og læra af fyrir ykkur þar sem að fortíðin, þar sem þessi hlutir hafa kannski ekki gengið vel í fortíðinni, það er að segja framfaraskrefin, hafa verið hæg og lítil, þá er það líka eitthvað til að læra af. Við skulum sjá í nútíðinni. Hvað er fyrir því í nútíðinni? Hvað ættir þú að fókusa á? Hvert ættir þú að beina orkunni þinni? Þú færð orku jafnvægis og bara harmoníu. Það er að segja friður og jafnvægi virðist vera uppi við í lífiðinu eða allavega virðist það vera eitthvað sem að þú ættir að stefna að í nútíðinni. Og kannski geturðu nýtt þér fortíðina og þann lærdóm sem ég var að tala áðan til þess að koma á jafnvægi og friði. Það virðist vera það sem að þú ættir að einbeita þér að helst núna, samkvæmt spilunum. Kannski búið að vera eitthvað mikið álag eða streita á þér og það fara að taka sinn toll og nú er best að snúa blaðinu við og róa sjálfan sig niður, gefa líkamanum og andanum og sálinni tækifæri til að slaka á. Ok, hvað ættir þú að vita varðandi framtíðina? Hvað þarftu að vita varðandi framtíðina? Já, framtíðin kemur hérna með rómantík. Hamingju, aðlöðun og ást. Það sem þú ættir að vita varðandi þetta er að þetta er á næsta leiti að koma til þín, en þetta geti líka verið eitthvað sem þú ættir að einbeita þér að reyna að laða að þér. Nú, maður laðar helst að sér það sem að maður er sjálfur, þannig að leið og þú ert ástríkur og rómantískur, eða ástrík og rómantísk, kæra Steingitt, þá laðar þú að þér ást og rómantík. Ok, fyrir ykkur sem eru nú þegar í sambandi, þá er þetta eitthvað sem þau ættu að einbeita ykkur að í sambandinu, í framtíðinni. Og framtíðin þarf ekkert að vera endilega langt í burtu. Það getur verið til dæmis bara næsta vika eða næsti mánuður.
þetta er allavega eitthvað sem að spilin vilja leggja áherslu á hjá þér akkurat núna. Þannig að kæra steingeit, það eru framfarir og það er friður og jafnvægi og ást og aðlöðun og rómantík. Þetta er ekki afmælisspil. Ég óska þér allsins besta með þetta, kæra steingeit, ljós og kærleikur.